Góðan og blessaðan daginn gott fólk, velkomin á IA TV í samstarfi Omnis og gaman að segja frá því í samstarfi Blikar TV í dag hér frá Fífunni í Kópavogi þar sem við erum að fara að fylgjast með æfingaleik á milli Breiðabliks og IA í meistaraflokki karla í knattspyrnu. Þetta er, stolt stund fyrir okkur hér á IA TV að hleypa heimdraganum í fyrsta sinn og prófa að senda út annar staðar enn frá Akranesi en að sjálfsögðu fyrir Skagamenn og bjóðum að sjálfsögðu líka velkomna alla Blika hvar sem þeir eru staddir í heiminum og vonum að þeir muni njóta þessar útsendingar með okkur. Liðin eru byrjuð að hita upp og það verður spennandi að sjá að þetta er alltaf svona spennandi tími í fótboltanum þar sem að ungir leikmenn fá tækifæri til þess að sína hvað þeir geta og fyrir okkur að sjá líka hvað þeir geta og þannig að við erum bara mjög spennt. Það er búið að vera nóg að gera hjá okkur á IA TV. Náttúrulega í gærkvöldi var stór skemmtilegu leikur í beinni útsendingu hjá okkur í körfun upp á Skaga þar sem að IA tók á móti Fjölni í virkilega skemmtilegu leik. Ég hvet ykkur eindregið til að kíkja á upptökuna þeim leik á YouTube-brásin okkar IA TV. Mikið fyrir augað og eyrun, jafnvel líka styttist í leik áætlaðan byrji eftir cirka 10 mínútur. Ég vil kannski biðja bara fyrirfram alla Blika afsökunar á því að ég er auðvitað Skagamaður og er svolítið svona Skagalægur örugglega í minni lýsingu og enda kannski þekki betur þá sem þar er að spila heldur en Blikana en ég vonaði fyrirgefið það. Ég mun aftur á móti heita því að vera eins hlutlaus og ég get og kurteis eftir því. Nú ég hitt aðeins á Jóhannes Karl, nýjan þjálfara IA og hann sýndi mér miða með því sem að er byrjunlið. Það stefnir í að þeir spili í rauninni sikkvotn hálfleikinn, sikkvotn liðið en í byrjunliðinu eru þarna reynslu boltarnir flestir. Þar eru við með Arnór Snæ og Árna Snæ og Hafþór Péturs í vörninni. Með þeim í bakgrunni verða Óskar og Hörður, síðan er miðjan þungavíkta fólk af miklu leyti, Arnar Már og Albert Hafsteins. Síðan ef ég skildi hann rétt þá mun Stefán Teitur og Óli Valur sennilega spila sirkvotn hálftíman að vera fyrstu skiptingarnar og væntanlega koma í þeirra stað Steinar Þorsteinsson og Þóttn og síðan erum við með hann Hilmar út á vinstri kantinum en það getur vel verið að ég hafi eitthvað misskilið hann, þannig að við skulum bara sjá það þegar að leikurinn hefst. En síðan erum við með fullt af ungum og sprækum strákum. Já, gott að var ekki Alexander Þorláksson sem kemur inn á fyrir Stefán Teit. Það var sennilega svoleiðis. Þá fáum við að sjá yngri bróðir Steinars Þorsteinssonar. Hann heitir vist ekki Steinar Ingi. Ég komst að því í samtali við móður hans daginn, ég átti á það svolítið til en Steinar Ingi Þorsteinsson er áttur á móti góðu maður austur og héraði sem að þess vegna tengi ég þessi nöfn svona sterkt. En þá eru að koma líka inn á Gylfi Stefánsson og Marino Guðfinnur Leósson og fleiri góði menn. Gylfi Þór, Einar Logi, Aron Ímir. En þetta mun allt saman skýrast þegar að líður á þennan leik og við kannski fáum eitthvað svona skemmtileg myndbrot núna til þess að drepa tíman fram að leik. Vona bara að þið farið ekki langt. Við leikur Breiðabliks og IA er bara rétt handan við hornið. Ég fer á völlinn og við skulum áfram Ísland eftir nema sigur við áfram Ísland með fullum hálsi eftir nema sigur við áfram Ísland með fanta vængi á friðina vita teig áfram Ísland með þinni stúti erum við út þennan leik.
Ég er stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það er auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu er náttúrulega stórkostlegt. Ég er algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna aftur. Ég hef engan sérstakan áhuga á fótbolta. Þannig að ég var reyndar alltaf í fótbolta sjálfur þegar ég átti heima á Akranesi þegar ég var lítill. En ég var ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég var bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna, það er IA að sjálfsögðu. Og ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. Ég man þegar að Dóra Gylfa skoraði mark í bikarleik á móti Keflavík og það braust út svo ótrúlegu fagnaður að hún breiddi út löngu hendurnar sínar og náði bara að faðma allt liðið í einu og ég fæ eiginlega bara ennþá gæsahúð þegar ég hugsa um það. Ég gleymi aldrei hvar ég var þegar IA vann Feyenoord á Laugardalsvellinum. Það sat ég með Lúlla félaga mínum sem vinnur í sementinu, sátum hlið við hlið og svo skorar Óli Þórðar og ég stend upp, fagna, tek utan um Lúlla og faðma hann og tek svo eftir í það að foss blæður úr eyranu á honum. Fatt að ég var með eyrnalökin hans utan um puttan á mér. Reif úr honum eyrnalökin og hann var allur í blóði. Og Mets kontra einu öllurblásending fyrir markið og þar kemur skallið og góður! Markið hjá henni Ingunni er alveg ógleymanlegt sem maður sá fyrir 2-3 árum. Mér fannst alltaf einstakt að fá að hlaupa inn á þennan völl sem hefur verið mér svo kær alla tíð. Já, við þarna lögum snemma af stað frá Akranesi, kynnum fjörðinn og stoppum aðeins í Ártúnshöfða og fengum okkur pulsu og kók og mikið spáð og spekulega varðandi leikinn eins og var gert vanalega og síðan fór á Laugardalsvöllinn og það byrjaði ballið, mikið stemming. Þetta var 9 marka leikur. Teitur með 2, Jón Gull með 2 og Matti Hallgríms með 2. Árni og Jón Gull með 6-3! Maður man mörg eftirminnileg tímabil í knattspyrnusögu Akranesi og sérstaklega er mér kannski minnistæðast tímabilið 90-2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA KR sem við unnum glæsilega 4-1. Svo ég eina uppáhaldsminningu frá því eldgamla dag þegar ég var bara lítill strákur átti ábyggilega heima á Garðabrautinni en Jón Þorbjörnsson sem var markmaður Skagamanna þá, hann skoraði yfir völlinn úr markspyrnu. Það er eitthvað sem maður gleymir aldrei. Þegar meistaraflokkur kvenna var endurvakin hérna fyrir nokkrum árum síðan þá fylltist maður þessari tilfinningu að þetta á bara að vera svona. Það á náttúrulega að vera topplið í kvenna- og karlaflokki á Akranesi og það er bara ekkert annað í boði. Ég flutti á Skagann 2001 og var í Vestmannaeyjum þegar Siggi Sigursteins tryggði IA Íslandsmeistaratitilinn. Síðan þá er bara ekkert aftur snúið, það er bara IA all the way. Markið sem Garðar skoraði á móti KR. Það var æði. Það var æði.
sem mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur við mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur við. Við erum Ía. Við erum Ía. Við erum Ía. Það er eldhugur í okkur. Við erum Ía. Við erum Ía, öll sömul. Við erum Ía. Við erum Ía. Við erum Ía. Við erum Ía. Og gleymum aldrei, við erum Ía. Við erum Ía. Sögðu Skagamenn, leikurinn er bara að fara á stað. Stefán Teitur gerir sig kláran í að taka miðuna fyrir Skagan sem að hefur leikinn. Já, við erum með Hilmar á vinstri kantinum, Steinar Þorsteinsson, Albert Hafsteinsson, Þótt, Arnar Már, Hafþór, Hörður hérna í númer 3, nýkominn úr FH og í hægri bakverðum Óskar sem að auðvitað er nýlega kominn inn í, hvað var það, 17 ára landsliðið. Og Skagamenn byrja hérna stinga upp í vinstra hornið. Hilmar eldir en Blikar stoppa þetta, koma honum frá en boltinn upp í Rjáfur og þá er innkast sem Skagamenn eiga. Ef þið voru bara að detta inn að þá er þessi útsending samstarfsverkefni Ía TV og Blikar TV. Og hér er Steinar Þorsteinsson upp í horninu. Mega nú halda sig hinum megin svona fyrir okkur. Já, hér er dæmd aukaspyrna. Hörður var feldur þarna og þá eiga Skagamenn fyrstu aukaspyrnuna í þessum leik og það er Þórður Þorsteinn sem að töltir hérna yfir og ætlar að gefa hann inn í og þá eru stóru mennirnir komnir inn í. Arnór Snær, Hafþór Péturs. Hvað gerist hér? Og Þórður tekur aukaspyrnuna. Það er annar næstöngina en Blikarnir reynsa þetta beint upp í Rjáfur og það er innkast. Lítil hætta úr þessu. Hörður kastar hérna inn á Steinar sem að missir af boltanum. Blikarnir ná valdi á honum. Skagamenn pressa, Albert, Arnar. Já, boltinn berst hérna út á hægri kant, þar er Óskar. Stingur upp í hornið. Þar var Hilmar að reyna að koma boltanum fyrir en Blikar reynsa. Skagamenn byrja hérna á að pressa á heimamenn. Já, Blikarnir verjast vel en fín pressa hann í Arnar Már. Boltinn best hérna inn á vallarhelming Skagamanna. Hafþór tilbaka á Árna Snæ, hann á Hörð Inga. Hörður kemur upp hérna vinstra megin fyrir hvarf. Það spilar svo tilbaka á Hafþór. Hafþór með langan bolta upp í vinstra hornið. Það er Þórður ennþá. Missir vald á boltanum. Albert vinnur hann tilbaka. Fín byrjun hjá Skagamönnum hérna. Steinar á Albert aftur. Hann á Þórð. Þórður kemur sér inn á völlin, skiptir hérna síðan yfir á Óskar. Fín sending hjá Þórði. Óskar með fyrirgjöfina á fjarstöng en vel gripið hjá markverði Blikana. Og þá, nei, þeir ná ekki að halda valdinu á boltanum. Skalla frá Steinar, markið opið, en hann er ekki að koma sér í skotfæri. Arnar Már stoppar þetta. Þá koma Blikarnir. Mér skildist það að hjá Blikunum eru meiðsli Sveinn Aron og Damir báði meiddir og er ekki með hinn dag. Það nú skarfir skildi hjá Blikunum. En Skagamenn pressa nokkuð stíft ofalega á vellinum. Stefán Teitur pressar. Löng sending hérna fram yfir Hafþór.
og það dæmd rangstaða á Blikana. Árni Snær fær hérna boltan, löng sending frá honum fram á Hilmar og hann flaggaður rangstaður. Þá byggja Blikarnir upp sókn. Spila rólega sín á milli í vörninni. Skagamenn svona setjast aðeins niður aftar á velli núna. Kemur löng sending hérna yfir í vinstra hornið. Það vel gert og það að skapast hætta. Blikarnir komnir hérna upp í vinstra hornið en Óskar og Hilmar rekka á tilbaka. En þeir koma aftur. Fyrirgjöf. Arnór Snær hreinsar þetta frá. Steinar í baráttunni en Blikarnir hafa betur. Skaginn nær boltanum aftur. Og Stefán Teitur nær ekki að gera sér mat úr þessu en þeir ná að losa pressuna. Skagamenn. Þá koma Blikarnir aftur. Þeir eru aðeins að ná áttum hérna. En pressa Skagamenn nokkuð stíft. Hilmar. Já. Fítkabli núna á Blikunum. Enda Skagamenn aðeins að draga úr pressunu sem voru hérna allra fyrstu mínúturnar. Þá kemur stungusending, Arnór eldir en Blikarnir komast í þetta og inn á teig en Arnór stoppar fyrirgjöfina og það er hornspyrna, fyrsta hornspyrnan í dag og það er Blikarnir sem eiga hana. Og þá er þetta allt saman að verða klárt og Hafþór skalla frá en Blikarnir taka frákastið. Andri Rapp. Já, Óskar kemst inn í þetta, stingur hérna upp á Steinar. Steinar á fullri ferð núna, reynir að skipta yfir á Stefán Teit en ekki nógu góð sending, komst ekki á leiðarenda og þá er Arnór tilbaka á Árna. Það er að passa sig, vippar tilbaka á Arnór, þetta er vel gert í Árna. Einstaklega vel spilandi markvörður eins og við vitum Skagamenn. Kemur Albert út í hægra megin, vantar stuðning, tilbaka á Óskar. Óskar reynir sendinguna hérna upp í hornið á Hilmar. Hilmar og Þórður eru bara búin að skipta um kant og ekkert búin að skipta aftur. Arnór, Arnar Már. Missir boltan en þetta reddast. Árni og Hafþór býður sig hérna, fær hann og þetta er vandræðilegt núna en Árni vandanum vaxinn hérna. Stefán Teitur í baráttunni, nær ekki en Hörður kemst í boltan. Steinar út á Þórð. Hann kemur hérna á fullri ferð, langar sem eflust að skjóta. Albert með flotta sendingu hérna upp í hornið. Óskar nær hann, nei, hann er ekki til boltans. Og þá vill Jóhannes Karl að þeir pressi á þessum svæðum hérna. Og það skilja sér í því að þeir vinna boltan. Þá kemur Hörður upp hérna vinstra megin. Snýr svo við. Arnar Már. Það er pressa stíft á hann og þeir vinna boltan Blikarnir, koma hérna núna rætt 3-3 og það er, já, það var búið að flagga rangstöðu en Árni kom boltan, löng sending, allt og löng frá Árna og út af upp í horninu. Þá koma Skagamenn framar og reyna að læsa á Blikarna. Já, Hafþór vinnur boltan, kemur honum á Albert. Albert er að komast í skotfæri eða hvað? Nei, kemst ekki alveg. Þórður, hann er í skotfæri og skot rétt yfir markið. Fyrsta færið í leiknum er Skagamanna. Þórður Þorsteinn hann er reyndar í þröngu færi en boltinn yfir markið. Já, þarna skilaði pressan sér í færi.
reyna að vinna boltan hátt á vellinum. Kemur markspyrnan og þannig nú Arnar Már missir boltan yfir sig og þá koma blikarnir hér en vel gert hjá Óskari. Greipað inn í Hilmar kominn aftur yfir á vinstri kantinn, nær hérna nettum kloppa á Andra Rapp og síðan brotið á honum. Það eftir bókinni, ef að einhver svona kjúklingur kloppar þá brýtur bara á honum, það bara svoleiðis. En vel gert hjá Hilmari. Þeir eru búin að skipta aftur kant, Hilmar og Þórður. Og þá róa Skagamenn þetta niður. Árni Snær með boltan. Það er að koma hérna alveg út á miðjan vallarhelming. Skiptir síðan yfir á Óskar en blikarnir komast inn í. Þá koma þeir væntanlega rætt eða hvað. Jájá, þeir byggja þetta upp í rólegheitunum. Sending hérna út á hægri vænginn, svo inn á miðja vörnina sem að Hafþór hreinsar frá. Þá koma blikarnir aftur. Back to the drawing board eins og maður segir. Já, kemur löng sending hérna, þar er Andri Rapp nær ekki að valda boltanum, kom hérna óþægilega fyrir hann. Arnór Snær hreinsar þetta í innkast. Já, Albert pressar hann hérna út af innkast. Já, fín pressa hann á Skaganum, ná að vinna boltan Arnar Már inn á miðjun á Steinar, Stemma missir boltan, þá koma blikarnir en Hafþór kemur út úr vörninni, stoppar þetta en blikarnir halda áfram, halda boltanum. Já, komast hérna upp hægra megin, Hörður Ingi nær þessu, kemur þessu frá. Og það kemur fyrirgjöf hérna en engin samherji þarna. Hörður á Steinar stingur honum upp á Hilmar. Hilmar núna á flegi ferð. Þeir ná honum samt. Hvað gerir hann? Kemst framjá á varnarmanni en finnur ekki samherja. Steinar Ingi var þarna að bjóða sig. Náðu ekki saman. Þá koma blikarnir, stungu sendingirni upp hægra megin og Árni Snær komin vel út úr markinu. Svíperinn Árni Snær. Þannig var nú svo sem heppinn. En þetta er áhugaverður leikur fyrir okkur Skagamenn. Að sjálfsögðu eins og við vitum náttúrulega að IA mun spila í innkassodeildinni að næsta sumar. En blikar verða ábyggilega á sínum stað í efri hluta úrvalsdeildarinnar, Pepsi-deildarinnar. Það er gaman að sjá og áhugavert að sjá fyrir okkur Skagamenn hvernig við stöndum en þá koma blikar hérna í gott færi. Artur Ari hérna með skot en náði ekki að stýra þessu ramman. Þá spyrnir Árni Snær frá markinu. Já, eins og ég var að segja, það er áhugavert að sjá hvernig liðið stendur af því að nú verðist vera að þetta er að miklu leyti sami mannskapur og var að spila núna síðastlið sumar þegar þeir fjallu úr deildinni og hafa náð að halda megnina af sínum mannskap Skagamenn og nú er náttúrulega bara að sjá hvernig þessir yngri menn sem að þurfa náttúrulega bara að fá sína reynslu hvernig þeir nýta tíman í innkassodeildinni. Þórður Þorsteinn fær þarna högg en þetta var óvilja verk er ég sannfærður um.
og aukaspyrna dæmd og létt spjall sem að dómarinn gefur Blikanum. Já, það leysti mesta bróðirni og þá skokka þeir Hafþór og Arnór Snær inn á teiginn og Þórður kemur með langa aukaspyrnu inn á vítateiginn og þar er Hafþór hæst. Skallar hann áfram en engin skagamaður finnur boltan eftir það. Þá koma Blikarnir hérna upp, Þórður Þorsteinn nær boltanum, vel gert hjá honum, tilbaka á Óskar sem að var undir mikilli pressu, kemur skipting hérna yfir til hægri. Hafþór til varnar, Arnór Ari. Finnur samherjinn á teignum, Arnór gerir vel, renni tæklar boltan hérna út úr teignum. Þórður með langa skiptingu hérna yfir á Hilmar sem tekur vel á móti boltanum. Aftur á Hörð. Steinar býður sig hérna upp í horninu en Hörður ákveður að fara sjálfur. Kemur honum á Albert. Albert með skot en þetta er hátt fram hjá. Þá kemur spyrna frá marki Blika. Það byrja 17 mínútur liðnar af leiknum, staðan ennþá 0-0. Arnór vinnur þennan bolta, Steinar snýr og það er brot. Já. Það væri nú kannski gaman að biðla til áhorfenda sem er að fylgjast með þessum leik að hvort að þeir myndu hafa að gefa sér halva mínúti að taka slóðina á þennan leik og deila annarkvort á Twitter eða á Facebook síðu sinni. Það er að reyna að breiða út boðskapinn. Við erum að komast í jólaskap, það er samstarf IA TV og Blikar TV. Það er allir vinir í skóginum og við viljum að sjálfsögðu að sem flestir fá að njóta hvað er betra að gera á laugardegi rétt fyrir aðventuna. Horfa á góðan fótboltaleik. Já, þá koma Blikarnir hérna upp hægra megin. Já, ég var að taka sjálf með orðinu og deila þessu link á mína persónulegu síðu sem ég hveti ykkur til að gera. En Árni spyrnir hérna frá Þórður, Finnur Steinar. Arnar Már skiptir sig hann yfir hérna til vinstri, þar lúrir Hilmar, tekur hann á kassan, Hörður, býður sig upp í hornið. Hilmar reyndi hælspyrnuna á hann hérna en hún skilaði sér ekki alla leið. Albert, Hilmar, Hörður og það er aftur innkast sem að skæin á. Hörður kastar inn á Arnar Már, Hörður alla leið tilbaka á Árna. Þannig að skiptir síðan yfir til hægri en þar eru bara Blikar og Arnór Ari býður sig í hlaupið. Arnór Snær hleypur með honum og reynsar þetta frá. Ég verða bara að lýsa ánægju minni með aðstöðuna sem að við höfum hérna til þessari útsendingar hérna í Fífunni. Virkilega til fyrirmyndar og ekkert mál að koma hérna og gera allt klárt. Blússandi internet,
fín aðstaða, þetta algjörlega til fyrirmyndar hjá Blikunum. En aftur að leiknum, Hafþór skallar þetta frá, það Steinar í baráttunni en Blikarnir hafa betur. Arnar Már, brotið á honum. Steinar tekur þetta stutt á Arnar og þá koma þeir hérna upp vinstra megin, Hörður utan á Hilmar, fær svo boltan, þá kemur fyrirgjöf niðri en Blikarnir hreinsa. Maður sér það að þegar þeir vinna boltan þá er fyrsti option hjá þeim að reyna að keyra hratt og hér koma þeir 4 á 5 og vel gert þarna en frábær vörn hjá Arnóri og Hafþór kemur þessu síðan áfram á Hörð. Hann róar þetta aðeins niður, vantar aðstóð. Hilmar sem að spilar á vængnum hér í dag en er leiki sem hann hefur spilað hingað til fyrir meistaraflokk sem að ég hef séð í Íslandsmótum þá hefur hann verið að koma inn í bakvarðarstöðuna. En Hilmar einn af þessum ungu upprennandi leikmönnum hjá IA. Þeir eru margir en þeir þurfa auðvitað að stíga þetta skref og það getur verið töluverð gjá þarna á milli annarsflokks og meistaraflokks en hér koma Blikar, þetta er hættulegt. Konur inn á teginn og Skagamenn verjast. Andri Rapp fer af stað, Hörður nær að tegja sig í boltan og Hilmar og þetta er sennilega hotspinna eða hvað? Nei. Það stóð dómarinn ekki sammála því þannig að það er markspinna frá marki IA. Já, mér sýnist Ólafur Valur, hann er byrjar að hita upp þannig að það er þá þannig að hann er að fara að koma inn á hérna eftir cirka hálftíma leik og gott ef Alexander Þorláksson er ekki að gera það sama og Skaginn á hérna innkast út á vinstri kanti. Við vorum að fá spurningu hérna á YouTube chatinu. The lineups, we couldn't prepare the lineups on screen, but I just went over it orally. So we have the core from last season, and we have Árni in the goal, and then Arnór, Hafþór in defense with Oscar and Hörður. Then the midfield is Arnar Már, Albert, Þór Þorsteinn, Hilmar on the left wing, and then Steinar and Stefán Teitur up front. If this helps, I'm very happy. Og það er mark! Ég er ekki frá því að þetta sé sjálfsmark eða hvort það var Steinar Ingi sem náði að reka boltan hann í tána. Jújú, það er Steinar Ingi sem að rekur tána hann í boltan. Þetta var furðulegt, það var eins og það var ekkert að gera, svo kemur hár bolt inn á teginn. Og Skagamenn komast yfir hérna algjörlega upp úr þurru. Ég var bara hérna á fullu að tala útlensku, var ekkert að fylgjast með almennilega, en við náðum markinu. Steinar Þorsteinsson kemur IA yfir 1-0. Sýndi þarna töluvert harfylgi, komast þarna fram fyrir varnarmanninn, komast í boltan sem að varnarmaðurinn reynda að stíga hann þarna út. Og hvort það var samskiptavandi þarna milli varnarmanns og markmanns, en vel gert hjá Steinari. En þetta kannski aðeins ítir við Blikum að rífa sig í gang eða hvað. En þeir eru hérna að sækja
kemur löng sending inn á tegin, Árni Snær upp í þetta og grípur og hann lúrar þessu beint fram en fyrir vitlaus átt. Stefán Teitur var hann á hlaupinu en Árni hitti boltan ekki eins og hann ætlaði sér. Skagamenn pressa en þá nokkuð stíft á köflum, Óskar, og þetta endar í innkasti sem að Skaginn á. Eða hvað? Nei, hann fór aldrei út af. Og Blikar eru með boltan. Þá kemur Steinar og pressar og þetta er innkast eftir á móti sem að Skagamenn eiga. Sennilega er Óli Valur að fara að skipta við Þór Þorstein fljótlega. Býtur nú við, ekki dæmt. Stefán Teitur misti þarna fæturnar gjörsamlega undan sér. En dómari metur sem svo hann hafi bara farið niður á sjálfstæðum. Og þá eru Skagamenn konur aftur með boltan hérna aftast. Hafþór, Árni, langur bolti hérna, Óskar lauma sér hérna fram en kemst ekki í boltan. Arnór Snær með fína vörn og við, hann fór ekki út af, þannig að hjálpaði varamannabekkur Skagamanna boltanum að haldast inn á. Þá koma Blikar hérna upp hægra megin, þetta er hættulegt. Koma þér honum fyrir, fín fyrirgjöf. Hafþór er þarna fyrsti maður, Steinar bringar hann niður fyrir Albert og Heimir reynir að finna Albert aftur og þarna falla tveir Blikar. En þeir þetta er tekið hratt, Albert, og hér er Hörður með boltan út af vinstra megin. Steinar býður sig og heldur honum vel. Arnór að ná Þórð sem að missir að boltan undir sig og það er innkast Skagamanna. Arnar Már aftur Óskar sem að er hérna fær tíma til að aðtapna sig. Finnur Stefán Teit og það er hringt í bakið á honum og þetta er aukaspinna á hættulegum stað sem að Skagamenn eiga. Þórður Þorsteinn kemur þá á vettvang og stórumennirnir inn á teig eins og lög gerir ráð fyrir. Og þá er alltaf að vera klárt hérna. Þórður kemur með sendinguna hátt inn á teginn. Arnar Már stekkur ekki nógu hátt og þessi bolti framhjá. Sennilega var það Hafþór Pétursson sem að átti þetta skot en það var hættulítið og ógnaði ekki marki í Blika. Já, Blikar ná valdaboltanum eftir þetta útspark og koma hérna út á hægri kant. Kemur slöngskipting yfir á vinstri og Óskar með fína vörn þarna. Rétt hálftími liðinn, þannig að nú styttist í fyrstu skiptinguna hjá IA. Eða fyrstu skiptingarnar hjá IA. Býtum við, hér koma Blikar, en Óskar nær að komast fyrir þetta. Kaldur hérna, en Árni Snær enda með boltan. Skrítin sending hjá honum, en Hafþór vel vakandi. Og boltinn, já, hann var alveg við það að stoppa þarna upp í rjárunum. En Árni Snær stálheppinn hérna. Lukkudísinn eru með honum í dag. Vel gert Albert, fín pressa og Blikar missa boltan út af. Og hér kemur Arnar Már. Arnar á fullri ferð en pressað á hann og hann missir boltan. Nú verð ég að viðurkenna fáfræði mína Blikalið. Nú veit ég ekki hversu sterkt line-up þetta er hjá þeim.
svona með við þeirra leikmanna hóp. En þetta er 11 móti 11 og það er allavega margt jákvætt að sjá í spilamennsku lið hjá IA og gefur okkur ágætis fyrirheit. Þórður missir boltan. Þá koma Blikar 4-4. Þetta getur reynst hættulegt. Arthur Ari í skotfæri og það er þrumuskot sem Árni þarf að slá í horn. Já, þetta er allavega gæðalið sem að býr til hættu úr þessari stöðu 4-4 á að enda með færi og þeir gera það hér. En Árni sá við þessu. En þá er komin skipting. Ólafur Valur, ásakið. Ólafur Valur komin inn fyrir Þór Þorstein sem að fekk sinn hálftíma hér. Líklega að koma tilbaka á meiðslum og það er ekki teknin ennur áhættur í svona leik, eðlilega. Og þetta var alveg ákveðið fyrirfram og hér kemur hornspyrnan á fjarstöngina aðeins og löng og boltinn siglir aftur fyrir og þá gerir Alexander Þorláksson, stjörnuleikmaður Kára síðast lið tímabil, gerir sér kláran hérna til að koma inn fyrir Stefán Teit, þeir bræður komnir á bekkinn báðu tveir. Alexander var stórkostlegur með Kára í sumar, skoraði ef ég man rétt 18 eða 19 mörk, ég man ekki nákvæmlega hvort var en ég hallast að 19 í einhverjum 18 leikjum og hérna vakti verðskulda athygli og það kemur mér allavega mjög lítið óvart að hann skuli vera að fá tækifæri hér með IA og þar með myndi ég segja að Kári og tilvera Kára á Akranesi sé algjörlega að sanna sig og sanna gildi sitt. En Kári náttúrulega átti stórkostlegt tímabil í sumar og sigraði þriðju deildina og mun spila í annari deild að nokkrum mánuðum liðnum á næsta sumri. Þá kemur hérna Hilmar, finnur Alexander út á Ólaf Val. Óli með sendingun inn á fjarstöngina en hún er hættu lítil og siglir beint í fangi á markverði Blika. Ég þakka þeim sem deildu, það verður allavega fjölga stórkostlega áhorfendum með þennan leik. Þökkum kærlega fyrir það. En hér eru Blikar í rólegheitunum að byggja upp sókn. Það er pressa stíft þarna inn á miðsvæðinu. Arthur Ari býður hérna stungusendingu, fær en Hafþór sterkur þarna. Skallar þetta frá, Alexander leggur á stað. Eldir hérna sendingu upp í vinstra hornið, setur pressuna og Hilmar og svo kemur Albert. Þeir pressa stíft hérna Maðurmann. En Albert brotlegur hérna. Kemur hérna löng skipting yfir í vinstra hornið, mjög góð en Óskar vel vakandi hérna í vörninni. Kemur þessu frá í innkast. Þá koma Blikarnir en hérna er að skapast hætta, komnir inn á teiginn, Arnór Snær vandanum vaxinn hérna, kemur honum frá Óli Valur og hann lúrar þessu bara upp völlinn og til að létta pressunni. IA liðið nær að þrýsta aðeins upp, verjast þétt á vellinum og ná að það var nú stundum vandamál síðast liðið sumar svo að þeir voru að það var að teygja of mikið á liðinu, vörnin lá of aftarlega og þannig þeir náðu ekki að þétta miðuna en það er búið að vera fínt í dag en hér koma Blikar í stór hættulega sókn.
en Arnór Snær enn einu sinni og það kemur skot. Hafþór verður fyrir, hreinsar það frá og Alexander í baráttunni, boltinn hrekkur til Steinars. Þá Óli Valur, stingur hún hérna inn á Alexander sem að missi boltan undir sig og þetta rennur út í sandinn. 35 mínútur liðnar, staðan ennþá 1-0 fyrir IA. Mark Steinars Þorsteinssonar skilur liðin að og þessi bolti endar bara hjá Árna Snæ. Þetta bara búið að vera ágæti skemmtun þessi leikur hingað til. Ágætt spilamennska beggja liða. Og að færin hafi nú ekki verið mörg svo sem. En einhver hafa verið. Árni með langa sendingu fram á Óla sem að undir pressu, nær þó valdi á boltanum og kemur honum tilbaka á Arnar Má. Arnar Már snýr sér í heil hring og togaði hann hann að nú enginn Þórður Þorsteinn til að taka aukaspyrnuna. Þá það sennilega Óli Valur sem að snýr þetta inn að markinu. Og eins og henni stóra mennandi komnir inn á boltinn, kemur hérna, endar á bara fyrsta varnarmanni. Andri kemur þessu áleiðis, Albert þar mættur og velgert hjá Hilmari, snýr af sér þarna bleika og fiskar aukaspyrnu, eða fiskar og ekki fiskar, fær aukaspyrnu, réttilega. Fengið þarna högg á Gluteus Maximus. Og svo við notum læknisfræðilega heitið og hann, dómarinn kallar hér á eftir aðlýningu en það ekki mikil hreyfing á bekknum hjá IA. En það kannski ný stefna, menn eigi bara að harka af sér. Þetta getur verið óþægilegt en við fengið mögulega högg á mjöðmina. Allavega heldur mjöðmina á sér. Þarna liggja náttúrulega alls konar taugar sem að geta truflað stjórnina á þessum líkams hluta og þessum útlim, en hann ætlar að reyna að harka þetta á sér, hann Hilmar, og Albert Hafsteinsson ætlar að taka þessu aukaspyrnu og hún kemur hérna inn á fjarstöngina og siglir rétt framhjá. Þarna voru nokkri skagamenn að gera sér líklega til að komast í en enginn náði og boltinn sildi framhjá stönginni. Fín aukaspyrnu á Alberti. Kemur spyrnan frá marki Blika, Ólafur Valur skallar þetta frá en Blikar fá boltan aftur, Steinar pressar. Já, hvernig fer þetta? Það innkast sem að IA á. Óli lætur óskar það. Þá Marino að gera sér tilbúinn á bekknum hjá IA. Kemur inn fyrir Hilmar sem að kennir sér ennþá meins eftir þetta högg sem að fekk hérna á afturhlutan. Vonum að þetta sé eitthvað sem að verður orðið gott á mánudaginn, eða sjálfsögðu. En koma Blikar. Skipta hérna yfir til hægri. Marino náttúrulega spilaði einmitt líka, átti mjög gott tímabil með Kára, einn af mörgum þar sem að fá hér tækifæri upp alina sjálfsögðu í IA. Var einn af lykilmönnum, myndi ég segja, Kára-liðsins í sumar. Kemur Albert, gerir vel, stendur af sér hann að tæklingu, stingur honum inn á Steinar sem komin í færi. Og vörnin kemst fyrir. Frábær varnarleikur þarna til að bjarga þessu. Steinar kominn þarna í dauðafæri, virkilega vel gert. Albert lætt honum þarna inn á hann. Hann tók hann niður á bringuna í hlaupið og komst í skot, en varnarmaður komst á milli.
Fín björgun hérna. Þá er það Albert sem tekur hornspyrnuna. 40 mínútur liðnar. Albert á nærstöngina og það er vörnin sem nær að hreinsa þetta frá. Albert reynir að komast í hann aftur, nær ekki. En þetta í hann er að halda pressunni. Langt yngast hjá Herði og þarna er Hafþór dæmdur Hafþór dæmdur brotlegur en verður þarna undir einum blikanum. Þetta hafi nú verið óvilja verk en Hafþór kennir sér meins. Vonum að það sé ekki mikið. Þannig myndaðist einhver hrúa, það getur vel verið einhver hafi stíið á hann eða dottið á hann og þetta eru fullorðnir menn þannig að það er ekkert gaman að fá á sig miðvörð sko. Hversu sterkur sem maður er en hann stendur upp hér og hristir þetta af sér og skokka tilbaka, það er gott að sjá. En Hafþór dæmdur brotlegur, þannig að það er aukaspyrna sem er Blikar eiga. Styttist í hálfleikinn. Við munum að sjálfsögðu finna einhver svona skemmtileg myndbrot til þess að stytta ykkur stundirnar á meðan að beðið er. Ég veit nú ekki hversu langur hálfleikurinn er, það verður skipt sjálfsagt nánast heilið báðum megin. Allavega er það þannig hjá Ía, fyrir utan kannski þá sem nú þegar eru komnir inn á. Skagamenn pressa, Steinar missir af boltanum, Albert pressar á andra en Marino er hérna í baráttunni líka. Þeir núna pressa Skagamenn en það ber ekki árangur. Og hér koma Blikarnir upp hægra megin, Arnþór Andri og það er brotið á honum, Steinar gerir það. Þá koma Blikar, stunga í gegnum miðuna, Arnór nær ekki að hreinsa þetta frá en þetta reddast fyrir rest, Árni Snær kemst í boltan og eins og vanalega lætur hann vaða, þeir eru 2 á 2, þarna er þetta of langt, markurinn út úr tegnum, tekur hann á kassan og slæsar hann út á kant. Vel leist þarna hjá Blikum, þeir koma bara í sókn. Það gat orðið hættulegt þarna, þetta skyndi upplaup þarna í boði Árna Snæs. En þá koma Blikarnir, þeir virðast ætla sér að reyna að jafna þetta fyrir hlé. Kemur fyrir boltinn, Hafþór hreinsar þetta frá. Vörnin búin að vera nokkuð traust hjá okkur Skagamönnum. Það sem af er leik. Já, boltinn hangir inn á. Blikar spila tilbaka og þá stígur Skagavörnin upp. Sending hérna út til hægri, erfið sending. Marino kemst í boltan, sendingur honum inn fyrir og eldi sjálfur. Nær hann í þetta, já. Marino heldur boltanum. Snýr og vinnur innkast. Steinar missir boltan frá sér og brýtur síðan af sér eða hvað. Já, dæmd aukaspyrna réttilega. Og hvað er dæmt? Nei, hann var nú að dæma aukaspyrnu. Ekki markspyrna hér. Þá er nú sennilega fyrir hálfleikurinn að renna sitt skeið. Klukkan orðin korter yfir 12 og en það var
Steinar Þorsteinsson sem kom Ía yfir eftir 15 mínútur leika og svo einhvers staðar þar á bilinu. Steinar kemur hérna Óli og Albert, hann ætlar að finna Óskar út á kantinum sem að kemst þó í boltan fyrir rest. Arnór grípur vel inn í að venju. Mikil ábyrgð sem að lenda á herðum Arnórs í kjölfar þess að Ármann Smári heldist úr lestinni fyrir síðasta tímabil eftir hásinarslitt og hann mun bara eflaust vaksa í því hlutverki enn meir þegar framlega stundir og eins verður gaman að fylgjast með framvindu Hafþórs Péturssonar sem er í þessum leik búinn að vera mjög traustur við hliðina á Arnóri og þá er flautað til hálfleikstaðan 1-0 fyrir Ía í hálfleik í þessum skemmtilega leik og við förum nú ekki langt nema kannski við reynum að finna okkur eitt kaffibolla eða svo en ég ætla að finna eitthvað skemmtilegt fyrir ykkur að horfa á meðan sjáumst og heyrumst eftir smá stund. Ég fer á völlinn að öskra áfram Ísland, ekkert nema sigur vil áfram Ísland, með fullum hálsi, ekkert nema sigur vil áfram Ísland, með þarna vængi á frína vita teig á með þremur skoti erum við út úr þennan leik. Ég fer á völlinn að öskra áfram Ísland, ekkert nema sigur vil áfram Ísland, með fullum hálsi, ekkert nema sigur vil áfram Ísland, með þarna vængi á frína vita teig áfram Ísland, með þremur skoti erum við út úr þennan leik. Ég fer á völlinn að öskra áfram Ísland, ekkert nema sigur vil áfram Ísland, með fullum hálsi, ekkert nema sigur vil áfram Ísland. Ég fer á völlinn að öskra áfram Ísland, ekkert nema sigur með þremur skoti erum við út úr þennan leik. Ég fer á völlinn að öskra áfram Ísland, ekkert nema sigur vil áfram Ísland, með fullum hálsi, ekkert nema sigur vil áfram Ísland, með þarna vængi á frína vita Ég er stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það er auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu er náttúrulega stórkostlegt. Ég er algjörlega viss um það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna aftur. Ég hef engan sérstakann áhuga á fótbolta. Þannig lagað, ég var reyndar alltaf í fótbolta sjálfur þegar ég átti heima á Akranesi þegar ég var lítill.
En ég á ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég á bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna. Það er IA að sjálfsögðu. Og ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir svona rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. Ég man þegar að Dóra Gylfa skoraði mark í bikarleika múti Keflavík og það braust út svo ótrúlegu fagnaður að hún breiddi út löngu hendurnar sínar og náði bara að faðma allt liðið í einu og ég fæ eiginlega bara ennþá gæsahúð þegar ég hugsa um það. Ég gleymi aldrei hvar ég var þegar IA vann Feyenoord á Laugardalsvellinum. Það sati með Lúlla félaga mínum sem vinnur í sementinu, sátu hlið við hlið og svo skorar Óli Þórðar og ég stend upp, fagna, tek utan um Lúlla og faðma hann og tek svo eftir því að foss blæður úr eyranu á honum. Fatt að ég var með eyrnalokkin hans utan um puttan á mér. Reif úr honum eyrnalokkin og hann var allur í blóði. Og Mets kontra einu töflasending fyrir markið og þar kemur skallið og góður! Markið hjá henni Ingunni er alveg ógleymanlegt sem maður sá fyrir 2-3 árum. Mér fannst alltaf einstakt að fá að hlaupa inn á þennan völl sem hefur verið mér svo kær alla tíð. Þar opnar draumahöllin. Já, ég er hérna lögum snemma af stað frá Akranesi, kynnum fjörðinn og stoppum aðeins í Ártúnshöfða og fengum okkur pulsu og kók og mikið spáð og spekulega varðandi leikinn eins og var gert vanalega og síðan fór á Laugardalsvöllinn og það byrjaði ballið, mikið stemming. Þetta var 9 marka leikur. Teitur með 2, Jón Gull með 2 og Matti Hallgríms með 2. Árni og Jón Gull og 6-3. Man mörg eftirminnileg tímabil í knattspyrnusögu Akranesi og sérstaklega mér kannski minnistæðast tímabilið 90-2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA KR sem við unnum glæsilega 4-1. Við verðum því miður að lækka niður í himnarakara. Leikurinn er að fara af stað. Aftur fullt af breytingum. Síðan Guðfinnur Leósson er komin inn á Einar Logi, komin inn í vörnina, Aron Ímir í hægri bakvörðinn og Óskar færi sig yfir í vinstri. Síðan eru þeir ennþá inn á, aðrir sem voru inn á í fyrri hálfleiknum. Eflaust einhverja breytingar á blikunum sem ég því miður kann ekki að merkja. En Einar Logi, gaman að sjá hann í gulu aftur. Fékk sín tækifæri fyrir nokkrum árum síðan með IA en hefur undanfarin ár spilað sinn fótbolta með Kára og staðið sig virkilega vel og er komin aftur á sinn stað í IA-vörninni. Það er mjög forvitnilegt og gaman að fylgjast með því. Albert skiptir hérna yfir og Óla Val. Aron Ímir utan á hann en Óli Valur fer sjálfur í skot en þetta er vel framhjá, litlu sveigur á honum hana. En fyrir þá sem að voru að koma að skjánum ef einhverjir eru að þá erum við hérna IA TV að senda út frá Fífunni í Kópavogi í samstarfi við Omnis Akranesi og Blikar TV þennan leik og okkur finnst þetta ákaflega skemmtilegt og ekki síst þegar vel gengur hjá Skagamönnum þó að eflust allir í mínu krúi sé ekki alveg sammálaði en Skagamenn yfir eins sem fyrir segir 1-0. Það var Steinar Þorsteinsson sem skoraði það mark svona fyrir miðjan fyrir hálfleik og ég vek athygli á því að þegar að
þessari útsendingu er lokið og þá er upptakan að þessum leik aðgengileg á 2 kloppar hérna á 3 sekundum hjá Blikum. Þetta var veist að þetta náðist sennilega ekki almennilega á mynd, þetta var svo nálægt okkur hérna en skemmtileg tilþrif. Já, ég ætla bara að segja að upptakan að þessum leik verður aðgengileg ókomna tíð á YouTube-brásin okkar IA TV eins og allar okkar útsendingar. Þar er hægt að finna þar. Skagamenn reyna hér að brjóta niður Blikana, tekst ekki. Aron Ýmir heppinn þarna en Blikarnir halda boltanum og hagnaði beitt. Þá koma þeir hérna upp vinstra megin. Já, Blikarnir hérna spila sín á milli. Er að reyna að hreyfa til Skagalið, sjá hvort það opnar sig ekki. Verjast þétt. Það eru kannski 30 metrar á milli aftast á fremsta manns. Þetta er eins og á að vera erfitt að brjóta þetta bak aftur. Hér kemur síðan sending upp í hægra hornið. Marino reynir að skalla þetta tilbaka á samherja en finnur engan. Óskar skallar hérna tilbaka á Árna Snæ. Óskar sem komin hérna inn í vinstri bakgrunnin er eflaust eitt af mestu efnunum okkar á Akranesi í dag. Spilaði sig inn í, er sem sagt í hópi 17 ára landsliðs Íslands og er mjög áhugaverður leikmaður. En Arnór Snær tekur þennan, Marino aftur og Óskar. Albert. Og Blikarnir ná að pota þessu frá og hér er við fær Aron Ýmir gult spjald. Hann var í rauninni heppinn að fá ekki meiri snertingu á Blikan hann var mjög hátt uppi með fótinn. En að sjálfsögðu engin ílska í því. Marino komin upp í vinstra hornið, reynir að snúa sér Blikan, nær að vinna innkast upp í fánan ef hann væri þarna. Óskar kemur þá og hann er með lítið pláss til að taka til upp hana. Kastar í áttina Alexander sem hann kemst ekki í boltan. Tilþrif hérna í hreinsunni. Bakvallspyrna. Arnór Snær skilar þessu tilbaka. Steinar eldir og pressar og Óskar kemst í boltan. Finnur Guðfinn. Guðfinn er yngri bróðir Ragnars Leóssonar sem að hefur gert Garðinn Fræðan nokkuð víða síðan hann fór frá IA, spilaði með Fjölni, IBVF, HK. En Guðfinnur er eftir því sem ég best veit en þá í öðrum flokk. Það verður þá bara leiðrétt við mig síðar. En Marino brotlegur hérna og aukaspyrna á hættulegum stað sem að Blikarnir eiga. Mannmarkur vítategurinn núna hjá IA. Boltinn kemur lág nýr á nærstöngina en
Óskar hreinsar þetta í horn og hornspyrna sem Blikar eiga. Ég hvet ykkur eindregið til að fylgjast í framtíðinni með okkur á IA TV, við erum á YouTube, við erum á Twitter, við erum á Facebook, en hér kemur hornspyrnan, Árni Snær stekkur upp og grípur þennan. Svona projekt eins og okkar er fyrir fólkið, fyrir íþrótta áhuga fólk, hvort sem er á Akranesi eða annar staðar. Og við að sjálfsögðu vonum að vinir okkar í Blika TV byggi sér upp svipaða þjónustu eins og við erum með, og ég veit að það er mikill hugur í þeim að gera það. Og við hvetjum að sjálfsögðu alla Blika til þess að reyna að gera sitt til að styðja við það. Það kostar pening að byrja á þessu, þannig að ég hvet bara yfir stjórn Breiðabliks að hugsa það vel. Koma Blikarnir og Albert vinnur boltan, engin aukaspyrna, þeir eru hérna 2 á móti 3, Steinar býður sig, fær hann svo, hvað gerir hann? Kemur með boltan inn á fjarstönginu, Albert ekki alveg meðvitaður hérna stöðuna, boltinn sildi yfir varnarmanninn, hann er sem sagt búist við að næða skallan frá, en það gerist ekki. Og boltinn tilbaka á Árna Snæ. Aron Ímir fær hann hérna út á hægri kantinn. Vill fá hreyfingu. En liðið var svona ekki alveg skipulagt eftir síðasta upplaup. Þá er það Einar Logi einstaklega yfirvegaður og mikill fótbolta heili, gríðarlegan leikskilning. Bróðir hans Heimir náttúrulega sjálfsagt hans var lengi vel og er eflaust ennþá sárt saknað eftir að hafa þurft að hætta sinn knattspyrnuferil allt og snemma. Heimir Einarsson sem var lykilmaður í vörn Skagamanna í nokkur ár. Hér er Alexander, hefur ekki náð sér almennilega á strik í þessum leik. Nær ekki að gera sér mat úr þessu. Arnór setur pressuna, Steinar snýr vel og leggur á stað. Það kemur hann hérna á flegiferð, 1 á 3, stoppaður, en þarna er Þór Lórens sýnist mér vera komin inn á vinstra megin, kemur með fyrirgjöf sem er hreinsuð upp í rjáur og innkast sem að, og þá eru fleiri skiptingar hjá IA. Gylfi Veigar sýnist mér vera að koma inn á og sennilega Gylfi hinn, ef við getum kallað það. Já, Stefánsson skoraði 2 mörk síðustu helgi í æfingaleik gegn móti hverjum var það ekki bara FH? Vakti verðskulda athygli í þeim leik og Blikarnir hér að leika sér að höldunum. Gylfi pressar og boltinn aftur fyrir. Já, ég held að við Skagamenn getum verið nokkuð bjartsýn á framtíðina með alla þessa valkosti sem er að koma upp úr yngri flokkastarfinu þessa mundir. Ég held að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þurfa að vera að spila í inkassódeildinni. Þetta getur verið algjörlega ómissandi reynsla í rauninni fyrir þessa ungu menn að geta fengið tækifæri til þess að spreyta sig í þó þetta sterkri deild. Óli með góða tæklingu þarna. Marino kemur á ferðinni og Gylfi býður sig, fær hann, missir hann frá sér og vinnur þó innkast sem Aron Ímir kemur og tekur. Aron Ímir kastar inn á Gylfa, Gylfi tilbaka á Aron,
Alexander inn á teignum, hann vinnur boltan en Guðfinnur og Alexander aftur, það er mikill darraðadans hér núna og Alexander hefur lítið pláss til að tefna sig og Blikarnir koma þessu frá. Alexander hann að reyna að þræða nálarauga undir pressu og þeir sem hafa einhvern veginn þrætt nálarauga, það var ekkert gott að gera það undir mikilli pressu. Nóg erfitt samt. Hér er Alexander að fá boltan aftur, nær ekki til hans, Þór. Finnur Óskar og hann inn á teginn, þar er Marino í baráttunni, Blikarnir ná að skalla þetta frá en Gylfi gefur sér ekkert. Og þetta endar í innkasti hérna upp í horninu. Guðfinnur. Það sendi inn á teginn, það er skalla frá. Fín pressa hjá Skagamönnum með Blikarnir hafa lítinn tíma á boltanum. Og Gylfi hér með boltan núna með Einari Loga í hafsendinum. Einar aftur og Gylfi svo með langa sendingu á nafna sinn sem hann nær ekki til boltans. Andri Rafn hér heilinn í spilinu hjá Blikum sem fyrr. Löngu orðin svona lifandi legend hérna í Kópavoginum. Aron Ími tilbaka á Gylfa Veigar. Róast yfir þessu í augnablikinu. Árni síðan með langan bolta upp í vinstra hornið. Þar er Þór í baráttunni, nær ekki til boltans. Og Blikarnir fá innkast. Já, kemur Einar Logi á ferðinni. Finnur Alexander reynir að finna Einar Loga aftur en Þór fær boltan svo. En Gylfi nær ekki þessari sendingu. Fín pressa hérna, Guðfinnur. En stungu sendingin fyrir og það er flöggur rángstæða á heimamenn. Þá kemur löngsending hérna upp á Marino, nær ekki til boltans en Aron Ímir finnur síðan Marino og kemur hérna en Blikarnir ná að hreinsa þetta innkast. Marino eitthvað að kvenka sér hérna og kemur langt innkast. Alexander og vantar menn inn á teig til aðstoðar. Alexander undir pressu hérna, stendur þetta af sér, reynir að koma honum hérna inn á Gylfa. Gylfi fekk boltan hérna óvænt og misti boltan aftur fyrir. Þá kemur markspyrna frá marki Blika. Marino skallar þetta fram en Blikar vinna aftur. Sjáum að Ólafur Valur er að spila núna inn á miðjunni. Men nú ekki vanaleg staða fyrir hann en Þór og Marino er að manna kantana þannig að menn verða að prófa ýmislegt í þessum æfingarleikjum. Hér er sjáum við að líka komin inn á leikmaður númer 24
í vinstri bakvörðin hjá IA sem að öllum líkindum er ennið Gylfin eða hvað? Gylfi Þór ætla ég að giska á. Og Marino skiptir hérna yfir á Alexander sem að kemst í boltan inn á teginn, þarf að fara út fyrir aftur og býtu við, hann kemst hérna í aðstöðu til Finnur Óla Val. Óli Val er kominn, varið af varnarmönnum Blika, náði ekki að stýra þessu að markinu og Skagamenn pressa Guðfinnur, hann rekkur þá tilbaka en Blikarnir leysa þetta vel. Þetta er Þór með alveg öruggt. Alexander búinn að komast betur inn í leikinn hérna í seinni hálfleiknum. Guðfinnur missir boltan. Kemur stungusending inn fyrir vörn IA, Einar Logi nær að stoppa þetta, Finnur Árna Snæ sem er undir pressu en nær að hreinsa þetta. Árni Snær búinn að ná sér eftir mjög erfið meiðsli, krossbandaslit eins og við vitum svipað leyti í fyrra en kom inn í liðið svona eftir mitt tímabil í sumar og þá sást í rauninni hvað nærvera hans breytir miklu í rauninni fyrir þetta lið og Árni svissar hann hérna út á hægri kant á Aron Ími tilbaka á Gylfa Veigar og hann lyftir þessu fram á við en Blikar ná að skalla þetta frá en þá pressa Skagamenn og vinna innkast. Aron Ímir tekur það, Guðfinnur missir hann fram hjá sér og Blikar koma þá hratt. Gylfi Þór er hann til varnar, reynir að koma hann tilbaka á Árna Snæ sem hann tekst, nei hann er ekki Árni lengur, nú er hann Guðmundur kominn í markið. Aftur verð ég að játa fáfræði mína suma af leikmönnum IA á blaðinu sem ég fekk frá Jóhannes Karli stendur Gummi, þannig að ég ætla bara að gefa mér hann heiti Guðmundur og við skulum kalla hann það þangað til að Anna kemur í ljós en þá koma Blikar, það er svona smátt og smátt að fækka reynsluboltunum sem er inn á vellinum fyrir IA í það minnsta en þetta er fyrir þá sem að fylgja liðinu þá er þetta mjög áhugavert að fylgjast með. Sjá hvernig þeir pluma sig þessir ungu menn. Hér er fín pressa. Blikarnir í vandræðum en Einar Logi skallar frá en Blikarnir vinna þetta aftur. Koma þá upp hérna vinstra megin. En Íaliði bakkar vel aftur fyrir boltan. Fín spilamennska þarna hjá Blikum. Komnur upp í vinstra hornið. Sending tilbaka og Guðfinnur missir mann fram hjá sér. Einar Logi var fyrir þessu skoti. Alexander stingur honum inn á Gylfa sem er dæmdur rangstæður réttilega held ég. En tæft var það. Hver veit nema við í Skagamenn sé að setja Íslandsmet í Gylfum í dag. Ég man ekki eftir því að hafa séð það oft. Svona skemmtileg staðreynd, mögulega. En Alexander hérna hefur dottið örlítið aftar á völlin eftir að Gylfi kom inn á og er svona spila fyrir aftan hann. Aron Ímir kemur hann tilbaka, Óla Val fær hann aftur, Einar Logi síðan skiptir yfir á áttina Þór Lórens en Blikarnir ná að hreinsa þetta innkast
Staðan ennþá 1-0 og það er mark Steinars Þorsteinssonar sem að skilur liðin að. Alexander fær boltan, kemur honum í áttina Þór. Þór nær að vinna þetta, en með hann á hægri tekur skotið en það er yfir. En sem þekkja tilvita að Þór hefur gríðarlega sterkan vinstri fót en svo verður sem að hægri fótun sé allavega, hann sveikan allavega núna. Þá koma Blikar, Flickon, vel gert og ná að halda að valda þessu. Gylfi Veigar kemur þessu út fyrir og innkast sem að Blikar eiga. Ég þakka fyrir þetta Kristinn Jens Kristinsson. Eitt Gylfin sem ég talaði heitir víst Birgir og þannig að ég hef fengið eitthvað skrýtnar upplýsingar hérna. Ég þurfti að lesa í blaðið frá. Hér er stórhætta, vel gert þarna hjá Blikum, fallið tilþrif og Gylfi hérna með mann á bakkinu, fær ekkert fyrir sinn snúð en Þór vinnur þetta. Óli Valur dansar, Guðfinnur vantar stöðning hérna vinstra með núna, finnur Alexander, Gylfi kvenka sér hérna inn á tegnum og en er svona í þann mund að standa upp held ég. Við skulum, ég þakka áhorfendum fyrir að leiðrétta mig hérna, það er virkilega gott að og það er hann Birgir sem er komin hérna í vinstri bakvörðinn. Vona það sé rétt hjá mér og ég bið hann að sjálfsögðu afsökunar á þessu en þetta er æfingarleikur og engin leikskýrsla og ekki neitt þannig að við erum að gera okkar besta í þessu. Takk fyrir þetta Kitty Jens. Aron með fyrirgjöfina, Blikar komur sér frá, Einar Logi er þar, kemur fram með boltan, Allan Hansen stæl, Já, Einar Logi óhrættu við þetta, koma með boltan upp úr vörninni. Enda spilaði hann lengi vel í yngri flokkum sem miðjumaður. Arons kastar þessu fram á Alexander og Alexander hann er sterkur í loftinu. Finnur Gylfa, hindrun þarna. Já, hann er sprækur. Það er töluvert af áhorfendum á þessum leik. Það er virkilega gaman að sjá. Já, menn spreyja hérna á gerðagrassi eins og ekkert sér sjálfsagðara og það er Þór sem að býr sig undir að taka þessa spyrnu fyrir Skagan. Og það kemur hérna snýran inn að markinu og Gylfi var hann í boltanum, skallaði en einhver náði að verða fyrir hérna. Óli Valur snýr. Einar Logi. Þetta er fagmælega brotið hjá Einari Loga. En Blikarnir snöggir að taka þetta. En Skalið bakkar vel, henni einn laus á fjärstönginni, lagt út, það kemur skot en Guðmundur ver beint á hann. Alexander í loftinu þarna, hann er að fleita sig áfram en þetta endar hjá markverði Blika. Já. Birgir, Guðfinnur,
Alexander aftur á Guðfinn. Guðfinnur reynir að finna Gylfa sem er sterkur hérna en Blikarnir vinna boltan fyrir því og missa hann aftur. Staðan ennþá 1-0. Það er Steinar Þorsteinsson sem að skilur þessi lið að skora miklu harðfylgi. Mjög óvænt. Í miðju samtali mínu við erlenda áhorfendur í þessari útsendingu en Skagamenn pressa hátt á vellinum en Blikar leysa það vel en Einar Logi kemst síðan í boltan, reynsar þetta út af. Blikar með innkastið. Þeir hafa náða að ógna marki ÍA örlítið hérna meira í síðari hálfleik. Einar Logi vel gert hjá honum, sækir hérna aukaspyrnu. En ekki mikið opin færi í þessum leik svo sem. Þetta hafa verið skot utan af velli en þó hafa þau verið einhver og svona svipa mörg hjá báðum liðum. Einar Logi með langa sendingu fram, Gylfi fleytir áfram. En hvað er hér? Það er hornspyrna. Já, smá miskilningur hérna hjá heimamönnum. Og Þór kemur hérna yfir og spyrnir, tekur þessu hornspyrnu. Snýr þetta inn á markteginn. Þar eru Alexander, skallar hann yfir markið. Maður sá það í sumar með Kára, hann er lunginn að þefa upp færin og þarna gerði hann það en vantaði að stýra boltanum á ramman. Þetta var hættulegt. Já, Skagamenn leyfaði þeim ekkert að spila út þannig að hann þarf að taka þetta langt. Markvörður Blika sem hann gerir. Birgir skallar þetta yfir til Arons, hann finnur Marino. Gylfi Veigar nær þessu, Guðfinnur og aftur á Marino kemur hérna og það er nú brotið á honum hérna en Gylfi, nei þetta er Alexander, hann leggur hann út á Gylfa sem að þetta er vel varið, snöggur niður hérna, virkilega vel varið en Alexander gerði vel, náða hælan hérna aftur á Gylfa sem að var nálægt í að skora hér á annar leikinn í röð. Þessi strákur lofa góðu. En sjáum að ég sé hérna út undan mér að Marino hefur legið aðeins eftir viðskipti sín hérna en dómarinn hefur eflaust litið af þessu, þetta gerist eftir að hann sendi boltan frá sér. En Þór er klár í hornspyrnuna, síðasta hornspyrna skapaði töluverða hættu. Hvað gerist núna? Fáum við annað mark hérna. Þór notar vinstri fótinn, snýr þetta að markinu, inn á markteginn en Blikarnir ná að skalla þetta frá. Einar Logi heldur og með baki í marki hérna tekur snúninga, 2 eða svo. Og kemur hún fyrir Gylfi þar og í baráttu en Blikarnir ná að koma þessu frá undir pressu en Aron Ímir nær honum, fyrir kemur hún á Marino já, vel gert hjá honum og það er skot í varnarmann, vel gert hjá Marino hana. Gylfi Veigar sterkur, Þór hann er með hann á hægri, ákveður að snúa við Aron Ímir. Fín pressa hjá Skaganum núna. Gylfi Veigar tilbaka á Einar Loga. Óli Valur þarna kominn aftarlega á völlinn. Einar með langa skiptingu sem að ratar ekki á samherja. Koma Blikarnir upp, Marino brotlegur. Og Blikarnir taka þetta nú bara rat.
Það er ekkert verið að vesenast í því. Blikarnir byggja upp sókn í rólegheitunum. Spila sín á milli. Fínn kafli þarna en aðeins svo langt. En þeir halda pressunni. Býtum við, Birgir kemur þessu frá. Þar er Alexander. Sterkur. Já, vinnur innkast. Býtum við, já. Það er dómarinn sem ræður hérna. Saman hvað mönnum finnst. Já. Nú er markvörðurinn hérna að spilna frá en Gylfi pressaði á hann. Skagamenn verði að segja sókndjarfir. Býtu nú við, þarna kemur einn sem að ég þekki ekki. Brynjar. Jú, Brynjar heitir hann, þessi. Kominn inn á, sé nú ekki fyrir hvern. Jú, Alexander er farin aftur út af, kom náttúrulega inn á þarna rétt eftir cirka hálftíma. Já, umrættur Brynjar kominn í boltan, sendir hann hérna út á Aron Ími. Aron stingur inn á Marino sem er á auðum sjó og það er fyrirgjöf. Þór var ætlaður áfangastæður þessar fyrirgjafar. Hér er Þór kominn með boltan, snýr hann inn á teig en mottlítið og Blikar ná að koma þessu frá. En fín pressa hjá Skagamönnum enn einu sinni. Óli Valur og Gylfi með skot en beint á markvörð Blika. Svona frá bæjardyrum okkar Skagamanna séð þá er það gaman að sjá að þegar að IA-liðið hefur verið með boltan þá reynar að vera mjög beinskettir fram á við þó hafi ekki skapað hættu alltaf en þá er viljinn til þess að sækja ótvíræður sem er virkilega gaman að sjá. Skaga hraðlist inn, hver veit nema hún sé á leiðinni aftur á Skagan. Stungu sendingin fyrir en Guðmundur tekur hennan. Kastar hérna út á Aron Ími. Aron finnur Marino og Aron hleypur síðan upp í hornið en fær ekki boltan aftur. Nú kemur sendingin og það var of seint. En Gylfi pressar. Þeir leysa þetta vel Blikarnir. Já, aukaspyrna dæmt þarna sem að Blikar eiga hérna miðjan allar helming Skagamanna. Þeir taka þetta snöggt út á hægri kant. Varnarleikur Skagamanna þéttur sem fyrr og það er Arnþór Ari. Nei, Þór kemst í boltan. Finnur Óla Val. Óli snýr tilbaka, hann fer svo kemur honum fram hérna, ætla Gylfa að hlaupa sem hann gerir. Í að næra þrýsta liðinu sínu framar á völlinn. Fín pressa hann á Marino. Gylfi Veigar kemst í boltan fram á við. En Blikar ná valdi á boltanum aftur. Spila hérna í vörninni. Færa sig yfir á hægri kant. Já, vel gert þarna, fínn sprettur. Og sending inn fyrir og það er flaggar rángstað en vel var hjá Guðmundi þarna í markinu.
réttilega dæmdur rangstæða þarna sýnist mér. Þá býðum við eftir markspyrnu. Það er lítið óþægilegt að vera ekki með leikklukku hérna sem við sjáum allavega hérna frá þar sem við erum staddir. En ég ímynda mér að sé svona 10 mínútur korter eftir að þessum leik í mesta lagi. Þannig að var Gylfi Veigar í vandræðum. Já, samkvæmt talningunni í Vilni hjá okkur þá væri þetta að vera svona 8 mínútur eftir eða svo. Það er innkast sem að Aron Ýmir tekur hérna, finnur Gylfa en hann er ekki að komast í boltan. Og koma Blikar, ég er viss að þeim langar að jafna þennan leik. Löng sending hérna upp í hornið, fín sending en Birgir brýtur af sér hérna og dæmd aukaspyrna á hættulegum stað. Blikarnir fá hérna tækifæri og þeir taka sér tími í þetta núna og kemur væntanlega fyrirgjöf. Þeir spila ekkert úr þessu. Einar Logi skipuleggur sína varnarmenn. Skipuleggur varnarleikinn hérna föðulegri ró. Kemur boltinn hérna inn á fjarstöngina og það er skalli í hliðanettið en raun ekki mikil hætta. Kemur spyrnan frá marki Ía. Guðfinnur tilbaka á Gylfa Veigar sem að lyftir honum fram á við en aðeins svona, veitum við, hér er Sigurður Hrannar kominn inn á. Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Bróðir Steinars Þorsteinssonar og ungur efnilegur leikmaður enn einn. Kominn hérna inn á fyrir Marino sýnist mér. En Blikar konur hérna inn í teiginn og það kemur fyrirgjöf en hún siglir í gegnum allan pakkan og Þór vinnur hérna boltan. Reynir að koma honum á Gylfa, tekst ekki. Og þetta er vel gert hjá Blikum hérna, sendingin á vítateiginn. Þeir eru að gera sér líklega núna heimamenn. En Skagamenn ná að hreinsa. Smá pressa núna að marki Skagamanna. En þeir hafa náð að standa af sér hingað til, vonum að það takist áfram. Gylfi Veigar skallar þetta frá og Birgir í vandræðum, þarf að senda hann út af alveg þvert yfir vítateiginn og það er innkast frá vinstri hjá Blikum. Þannig er kloppatilraun tókst ekki en hann hélt boltanum og boltinn síðan inn á fjarstöngina. Það er Birgir, rís hátt en boltinn fyrir Blikana en hann endar hjá Guðmund í markinu.
Já, á koma Blikar enn að ferðina. Já, vel gert hjá Brynjari. Já, hér kemur Brynjar. Kemur honum út á Gylfa, út á hægri kant hér. Brynjar hleypur inn í svæðið, en varnarmenni sjá við honum hérna. Fín varnarvinna, stigin út hérna. Aron Ýmir hinsa fram, Gylfi fær hérna mann á bakið, ekki dæmt. Jú, hann ætlar að sjá hvað myndi gerast úr þessu. Þetta hefur verið vel dæmdur leikur, enda prúðmannlega leikinn eins og æfingaleikir eiga að vera. Öllum hlutaðandi til sóma. Einar Logi býr sig undir að taka þessa spyrnu. Ætlar sér eflaust að koma með hann langt hérna upp í annarkot hornið. Já. Hann valdi vinstri. Þór Lórens þar. Birgir. Brynjar, aftur á Birgir. Vel gert. En Blikarnir ná að sjá við þessu. Óli Valur. Búinn að fá marga mínútur í þessum leik. Manna mest. Aron Ýmir kemur hérna á ferðinni, finnur Gylfa, reynir að finna Aron aftur, en Arnþór Ari sér við þessu. Þá koma Blikarnir út úr vörninni, Brynjar pressar, gerir það vel, Birgir, já, sterkur, stór og mikill strákur hérna á ferðinni. Guðmundur spyrnir frá, þar er Gylfi, næri, já, og flaggaður rangstæður. Blikar reyna hvað þeir geta til að jafna þennan leik. Pressa stíft þessar mínúturnar og hér koma þeir og hér kemur skota löngu færi, en Einar Logi fyrir og hreinsar þetta frá nánast allt. Lið Skagamanna var hann að koma inn á síðasta þriðjung. Þeir ætla sér að verja þetta fórskot, en Blikar að sjálfsög ekki sammálaði að það gerist. Gylfi í baráttu, Blikar hafa betur. Kemur Arnþór Ari fyrir Blika, leitar inn á völlinn og síðan kemur sending hérna upp í vinstra hornið og þetta er hættuleg staða, góð fyrirgjöf á fjárstöngina, en þar er engin. Brynjar tilbaka á Þór sem að nær síðan að koma þessu út fyrir. Já, Blikar eru ekkert að baki dottnir. Einar skallar þetta frá, en Skagamönnum gengur illa að halda boltanum. En hér er leikurinn flautaður af. 1-0 sigur Skagamanna í þessum æfingarleik í Fífunni gegn Breiðabliki. Steinar Þorsteinsson með markið í fyrri hálfleik. Skemmtileg reynsla fyrir okkur hérna á IA-TV að koma hérna og senda út einhverstaðar annar staðar en á Akranesi, og ekki síður gaman að gera það í samstarfi við Blika TV. Og við þökkum kærlega fyrir frábæra gesturistni sem við höfum mætt hér í Kópavoginum, og við þökkum ykkur kærlega fyrir að horfa og bendum jafnframt á að þessi upptakan af þessum leik verður að sjálfsögðu aðgengileg á YouTube-rás okkar IA-TV manna, eins og allar okkar útsendingar eru aðgengilegar þar. Og þannig að ég ætla bara að þakka kærlega fyrir mig. Örn Arnórsson heiti ég og takk fyrir samfylgdina í dag. Þangað til næst, þá sjáumst við bara.